Það að setja gifs í loftið og það bara eins og maður reyndar í byrjun. Reyndar alltaf að setja það fyrst á svona flikkrammi sem er sett beint upp í loft. Beint skrúa bara beint á timbrið. Og svo þarf að passa það þegar þið skrúið gifs, hvort sem það er í loft eða á veggi, að við þurfum að við eigum aldrei að fara með skrúutar í gegnum pappan. Ekki rétt, Óli? Jú, það er rétt. Og skrúa að þér. Betra að skera fláa á plötunum til að setja koma ykkur spasli á milli. Og yfirleitt betra að gera það áður og setja plötunu. En það er eftir að líka. Það sem við erum með hérna fyrir ofan, þetta er waterroom gifs. Og það er yfirleitt svona grænt eða blátt. Og svo er venjulegt gifs þarna á veggnum, það er þetta gráa. Þetta er það sem er fyrir í gólfið og í loftið. Þetta eru leðararnir, svo kallaðir. Svo fara stoðirnar bara inn í og það eru klemmdar saman hérna niðri á bæði fyrir ofan og fyrir neðan. Þannig að það fari ekki neitt. Og svo eru gifsplöturnar bara settar hérna utan á og skrúaðar. En til þess að skrúa gifsi þá notum við mismunandi skrúfur eftir því hvaða gifs við erum að nota og í hvað við erum að skrúa. Hérna er notað waterroom gifs og þá notum við svona þar til gerðar waterroom skrúfur. Í loftið þegar við skrúum það þá fór það í tré og þá eru notaðar svona trégifs skrúfur. Það er að segja gengjurnar eru mjög grófari á þessari hérna heldur en á þeim skrúfum sem fara í blikkstoðir. Við sjáum munin hérna og svo hérna þriðja skrúan sem er í waterroom gifsið. Þetta er svo kallaður skammtari en hann passar upp á það að við skrúum ekki of langt inn í gifsið. Setjum þetta bara hérna framan á vélina og þá er skammtarinn kominn, allt klárt í að skrúa gifsið annarkvort í blikkstoðina eða í tréð í loftið.